til 7. liðar á dagskrá og það Sindri Smárasson, fulltrúi í Ungmennaráði Árbæjar og Holta sem að tekur til máls. Ágæti borgarstjóri, forseti borgarstjórnar og aðrir gestir. Ég nemandi í 10. bekk Árbæjarskóla og þar búin að vera mikil umræða strætómiða. Þannig málavexti að skólinn gefur út að meðaltali 30 nemendum í hverjum árgangi unglingadeildar strætómiða til þess eins að komast í skólann. Þessi nemendur búa í Ártúnsholti og efst í Selárskvarfi og eiga þess vegna rétt á 2 miðum á dag 180 daga skólaársins til þess að komast til og frá skólanum. Ef við gefum okkur að skólinn sé að kaupa þessa miða á almennu verði sem 150 íslenskar krónur hver miði og 360 miða fyrir þessa 30 nemendur í 10. bekk Árbæjarskóla, það 1.620.000 sem borgin eyðir árlega í 30 nemendur í einum árgangi í einum skóla borgarinnar þar sem ekki einu sinni allir nota miðana. Nú tók ég mig til og reiknaði út hvað sá peningur myndi duga fyrir mörgum strætókortum og þau eru 80. 80 strætókort sem hægt að nota ótakmarkað í ár. Í fyrra, þegar ég var í 9. bekk, lagði ég þetta fyrir mig og fór síðan á fund með skólastjóra Árbæjarskóla það hvort hann gæti ekki spara skólanum gífurlegan pening með því að kaupa kortin í staðinn miðana. En hann upplýsti mig það að þetta voru ekki fjármunir sem hann hafði umsjón með. Heldur það borgin sem nýtir þetta sem eins konar fjárveitingu til strætó í formi innkaupa. Þá kviknaði þessi hugmynd. Nú gefur borgin strætó marga milljónir króna árlega í fjárveitingum. Ég leitaði og ég fann hvergi góða tölu. En hvað við myndum nýta hluta þeim pening til að niðurgreiða strætókortin fyrir öll börn í Reykjavík. Þessar 20.700 krónurnar sem nemkort fyrir unglinga kostar getur verið gífurlega stór partur af útborgun foreldris, svo ekki sé talað ef þau eru ennþá að kaupa strætómiðana. Borgin gæti þá hætt öllum innkaupum á strætómiðum fyrir börn og ef barnið á rétt á strætómiðum myndi borgin bara borga allt kortið fyrir þann einstakling. Segjum sér svo að borgin myndi borga jafnaði 75% af kortinu fyrir börn, þá nægir peningurinn sem nú þegar notaður í innkaup á strætómiðum í unglingadeild Árbæjarskóla fyrir alla nemendur í unglingadeildinni. En núna bara ein spurning sem ég á eftir að svara. Af hverju niðurgreiðsla en ekki bara borga allt kortið og gera frítt í strætó eins og önnur samfélög á Íslandi hafi gert? Nú svarar einfalt. Með niðurgreiðslu geturðu haldið öllum sem viðkemur þessari tillögu glöðu. Með niðurgreiðslu að jafnaði 75% væri strætó að fá 5.000 krónur fyrir hverja 15.000 sem borgin leggur út og borgin myndi ýta undir innkaup á strætókortum. Borgin myndi auki minnka útgjöld frá foreldrum, ýta undir notkun almenningssamgangna og minnka andstöðuna við það að nota almenningssamgöngur í nýrri kynslóð. Takk fyrir mig. Já, þá hefur Sindri Smárasson lokið máli sínu og næst tekur til máls Heiða Björk Hilmisdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar og ungmennaráðsfulltrúar. Þakka Sindra Smárassyni fyrir þessa tillögu. Ég var svolítið tíma átt með á henni, hvernig hún væri komin til. Þar sem við höfum ekki litið á þessi kaup Reykjavíkurborgar á miðum fyrir börn sem fjárveitingu. Við höfum bara litið á þessum sölu. Ég er stjórnarformaður strætó og var að leita mér upplýsingum þetta. En það er þannig að Reykjavíkurborg og sveitarfélögin sem standa að Strætó BS, það eru 6 sveitarfélög sem standa að Strætó BS, við erum að niðurgreiða strætókort fyrir börn og nema sem eru eldri en 18 ára, sem eru þá skráðir í framhaldsskóla eða háskóla.
og þú varst svo sem ekkert að nefna það áðan, Sindri Smárason, en engu að síður. Þá erum við að niðurgreiða nemakortin fyrir þá sem eru 18 ára og eldri 270 milljónir á ári og barnakortin, sem sagt, barnakort og sem eru þá bæði yngri en 12 ára og 12 til 18 ára, við erum að niðurgreiða það ríflega 200 milljónir á ári. Niðurgreiðslan á barnakorti er 87% í dag, fyrir yngri hópinn, og niðurgreiðslan á 12 til 18 ára kortunum er 66%. Þannig það munar svo sem ekki svo miklu upp í það að við náum þar þessum 75% sem að Sindri Smárason nefndi áðan. En ég hef ekki reiknað út nákvæmlega hversu hvað mikið það myndi kosta ef við létum öll börn fá kort í strætó. Það myndi kosta svolítið mikið og það er kannski ekki svo erfitt að reikna það út, en ég reiknaði út að ef að jafn margir og í dag vera að kaupa kort og við myndum þá hækka barnakortin og fyrir þá sem er yngri en 12 ára og allir fengið 75% afslátt, þá væri þetta 20 milljónir aukalega sem þetta myndi kosta. Við erum að kaupa strætómiða á hverju ári, skólafrístundasvið strætómiða sem þeir eru að afhenda börnum sem að búa í ákveðinni fjarlægð frá skólanum sínum. Við erum að afhenda þeim þá strætómiða og það kostar 9 milljónir á ári núna, þannig við gætum dregið það frá og þá værum við að hugsanlega að tala 11 milljónir í viðbótarkostnað ef við segðum að 75% væri niðurgreiðslan sem við vildum sjá í báðum þessum liðum. Það er mjög góð ábending, finnst mér, að nýta frekar, að kaupa frekar kort og láta frekar þessa krakka sem búa í þessari fjarlægð fá kort sem gilda í strætó og það hefur líka verið nefnt í samhengi við nýja stefnu sem var gerð frístundamál að það mætti nýta strætókort meira og þar. Þannig að ég held að það sé klárlega betri leið í staðinn fyrir að afhenda þessa miða að þau fái strætókort. Og það hefur reyndar verið í skoðun hjá skólafrístundasviði og ég fekk þær upplýsingar í dag að það væri meira en tillaga, það væri reyni búið að ákveða að gera þetta næsta haust. Þannig að ég legg til að við vísum þessari tillögu bara inn til skólafrístundasviðis og hún muni þá þannig að hún fylgi þá eftir þessari vinnu sem verður farið í að þeir krakkar sem búa í þessari fjarlægð frá heimilum sínum fái strætókort í staðinn fyrir strætómiða eins og þeir fá í dag og það verði í rauninni afgreiðslan hér. Þá hefur Heiða Björk Hilmisdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og einn fulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvör. Það er Sindri Smárason. Sindri Smárason. Já, það er smá sem að ég vil bara koma að. Við erum að mest að tala 75% af núverandi verði sem er auglýst og við viljum bjóða upp á þetta sem möguleika. Eitthvað sem að foreldrar gætu sótt að gera ekki bara almenna lækkun á verði strætókortsins. Því að ég sé ekki það sem eitthvað sem að væri hagstætt af því þar er manneskjan ekki að líða eins og þú sért að fá eitthvað frítt, þar sem þú ert að fá eitthvað frá borginni sérstaklega. Annað, þú talar að það sé bara föst niðurgreiðsla á þessum strætókortum fyrir bara börn og ungmenni. Ég skil samt ekki alveg það hlýtur að vera munur á hversu mörg strætókort eru keypt árlega. Þannig að ég skil ekki alveg hvernig þú getur nefnt eina upphæð. Þú veist, geta ekki verið meira og minna eftir árum. Já, þá hefur Sindri Smárason lokið við að veita andsvar og andsvari svarar Heiða Björk Hilmisdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar og ungmennaráðsfulltrúar. Já, ég var í rauninni að vísa í tölur frá 2016 fyrir heilt ár. Ég kannski alveg mátt taka það fram að ég var að reikna út þessar upphæðir en samt út frá gjaldskráni núna. Þannig að var svona að reyna að uppfæra þetta bara
eftir að við ræddum saman, eftir ég skildi tillöguna betur, þannig að takk fyrir það. En þetta náttúrulega bara þá heilmikil breyting sem er þá umræða og ég hugsa að við getum ekki afgreitt hana hér. Þetta auðvitað háð fjárhagsáætlun hverju sinni og við erum búin að afgreiða fjárhagsáætlun fyrir þetta ár. En þetta þá eitthvað sem við getum bara tekið með okkur úr umræðunni hérðan, að það sé áhugi á meiri niðurgreiðslu á skóla, á kortum fyrir börn í borginni. En ég myndi leggja til að við byrjuðum á þessu skrefi að þeir sem eru að fá strætómiða í dag frá borgin til þess að komast í skóla þegar það er langt, að þeir fái þá allavega strætókort og getum byrjað á því. Þá er Heiða Björg Hilmisdóttir lokið við að svara andsvari. Andsvörum telst lokið og umræðu einnig og þá förum við í 8. lið á dagskrá.